Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Komið sæl eftir og velkomin að Rauðaborðinum. Ég heiti María Lilja og hingað komin Telma Harðardóttir, sveitarstjórnarfulltrúi í Borgarbyggð, til þess að ræða vindorku og vindorkuver. En ráðherra orkumála sagði á fundi núna í vikunni að engar bindandi ákvarðanir eru teknar vindorku fyrir en að skýr ragarami lægi fyrir. Þetta svona þvert á tilfinningu fólksins í sveitinni og Telma, þú ert hingað svona komin til þess að segja okkur, hver ykkar tilfinning? Takk kærlega fyrir boðið. Þetta búið að vera náttúrulega rosalega löng vegferð fyrir sveit eins og sem dæmi mína. Þetta náttúrulega eitthvað sem að gerast út allt land og maður má náttúrulega ekki fagna of snemma en síðustu 6 ár undir stjórn þessa málaflokks við Guðlaugi Þór þá var svolítið tilfinningin að þetta væri svona svo gott sem stjórnlaust vegna þess að það hefur ringt inn pappirum og beiðnum og pælingum sem að íbúar hafa alltaf þurft að svara fyrir og gæta sinna hagsmuna og svoleiðis og einhvern veginn ríki eða sveitarfélög ekki viljað að geta einhvern veginn tekið bremsuna og sko varið íbúa fyrir því og sett einhverja skýra línu enda það ekki komið neitt lagarami vindorku ennþá. Nei, og hérna, það verður kannski eitthvað lagt fram á næsta þingi, þá eru ekkert í samráðsgáttinni sem bendir til þess samt að það sé svona, þetta sé efsta baugi. En það eru hæsta mannvirki Borgarbyggðar, það var reist núna á dögunum, 290 metrar yfir sjávarmáli og fer á Grjóthalsi, gnæfir yfir Norðurá. Og fyrir framan Baulu það er svona, kennileiti sem við þekkjum nú flest á hringveginum þetta eru þessi mælimöstur fyrir vindorkuver þannig að það er í rauninni þó að framkvæmdin sé kannski ekki svona eiginlega komin af stað þá er undirbúningur hafinn á fullum þunga. Þetta er einn partur af umhverfismatinu sem fer fram fyrir þessi vindorkuver og kannski svona til þess að spóla aðeins tilbaka þarna fyrir 6 árum til dæmis þá er lögð fram matsáætlun fyrsta skipti fyrir til dæmis Grjótháls og það er bara ákvörðun sem framkvæmdaraðili tekur fyrir sig og getur hleypt á stað og íbúum býðist að setja fram athugasemdir og sveitarfélagið þarf að bregðast við líka en það er enginn sem er að gefa leyfi þetta er bara athugasemdir hvað ég fari í þessa matsáætlun og síðar þegar umhverfismati kemur fram að þá er það sama athugasemdir en það er enginn sem er að gefa leyfi á þessu stigi málsins í flestum tilfellum að þá er framkvæmdaraðilar síðan að velja að reisa mælimöstur eða einhvers konar einingar sem framkvæma mælingar fyrir okkur, eða fyrir þá sem sagt, og safna gögnum fuglaflug og vind og annað. Í flestum tilfellum þá er þetta eitthvað sem þarf bara stöðuleyfi fyrir. Þetta eru litlu gámar og það er það sem var gert fyrst á Grjóthálsi og hefur verið gert á flestum stöðum og núna hafa verið framkvæmdar verið að framkvæma mælingar á 4 stöðum í Borgarfirði sem dæmi. Allar sem eru bara háðar stöðuleyfi og þá er ekki einu sinni beðið umsagnir. Og það er eitthvað sem allavega sveitarfélagið Borgarbyggð hefur bara hleypt í gegn og kannski engin ástæða sérstök til þess að hafna en ég held að lagaumgjörðin yrði ekki hliðhóll sveitarfélagið sem myndi hafna svoleiðis. Í tilfellinu með Grjótháls þá ákveður hann að fara í áframhaldandi rannsóknir og reisa þarna 100 metra háttmastur á landi sem rís svona 280-290 metra yfir sjávarmáli. Og þarna ertu komið með mannverki með ljósabúnaði og öðru sem að gnæfir yfir bæði frá þjóðveginum, bæði frá Norðurá og Þverá og er bara mjög auðséð á svæðinu og það voru jafnvel svona spekulasjónir hvort að þetta væri jafnvel í fluglínu fyrir sjúkraflug sem er mjög algengt að þessu svæði, bæði út af Bröttubrekku og Holtavörðuheiði. Þarna stóð reyndar Borgarbyggð frammi fyrir því að geta hafnað og þá á grundvelli þess hvernig aðalskipulag Borgarbyggðar er lagt upp og hvernig bara lög landbúnaðarland eru. Það var meirihluti fyrir því að samþykkja þetta í sveitarstjórn og naumi meirihluti og þetta hefur verið kært núna. Þannig að þarna allt í einu speglaðist svolítið
ríkur vilji sveitarstjórnar til þess að hleypa máluna áfram þrátt fyrir ofboðslega mikinn mótþróa í samfélaginu og íbúafund sem var bara haldin að þeirra frumkvæði þar sem sveitarstjórnarfulltrúum var boðið að koma og ræða málin og sjónarmiðin algjörlega skýr að hálfu íbúa. Mér þótti það mjög miður að það skildi fara svoleiðis vegna þess að rökin voru þau að það kæmi hvort er kæra á báða bóga. Ef að það væri staðið íbúum þá myndi framkvæmdaraðilinn örugglega kæra og það er örugglega naumt á milli sko, hver hefur betur í þessu máli og það var bara eftir að koma í ljós. En ég kaus á móti og það er bara einfaldlega vegna þess að ég til lagaumgjörðina hliðhollar íbúum að minnstu kosti. Og það er bara þetta val að velja að standa með íbúunum umfram framkvæmdaraðilum sem að mér er svolítið áhugavert vegferð hjá Borgarbyggð og örugglega hjá öðrum sveitarfélögum líka. Og þarna bara berjast á svolítið hagsmunirnir sko vegna þess að það eru rök fyrir því að leyfa svona mælimastur ef að þið langar að sjá hvernig lagaumgjörðin verður og vilt ekki stíga á bremsuna. Og það má færa fyrir því rök að ef að Guðlaugur hefði bara drifið í þessu síðasta kjörtímabili þá værum við allavega komið með lagaram og þá værum við ekki að hleypa áfram framkvæmdum sem að valda raski og hleypa áfram svona framkvæmdum og búið til svo mikla óeirð í samfélagunum. Þetta er rosalega mikla orku að vinnu í samfélagunum og getur bara klofið þau í herða niður. Þetta getur valdið mjög mikilli svona andúð. Já. Og það er þá ekki síður vegna þess að skrifræðis og deilna staðsetningu mestrana og annað heldur líka bara vegna umhverfisáhrifana. Það eru læti í þessu. Það er oft talað að þetta heyrist nú valla í svona rellum. Þú ert á öðru máli, hefur farið og skoðað svona mannvirki. Og það er alveg ótvírætt og það eru líka bara ritrýndar rannsóknir það hversu mikill hávað er og hversu langt hann berst og það eru bara staðreyndir það og það eru svona ákveðni þættir sem eru teknir inn í þessu umræðu. Það er ásýndin, það er hljóðmengunin, það er plastmengunin, það er hætta á slysum með olíu og þess áttar sem í þessum búnaði. Það er jarðaraskið, það er steypuvinna sem í kringum þetta. Framkvæmdaraðilar skvetta því oft fram í umræðuna að þetta sé allt afturkræft en stórar undirstöður fyrir vindorkuver úr svo miklu magna steypum maður getur ekki hugsað sér það það verður ekki tekið auðveldlega tilbaka. Og ég held að við eigum ennþá líka bara eftir að sjá það almennilega raungerast í Evrópu að þessi vindorkuver séu tekið niður og gerð svona með þeim hætti sem verið að tala hér. Var svona ennþá eftir að sjá fullur rauk fyrir því. En allt þetta í rauninni, þú veist, það er svo auðvelt að týna sér í einhverju svona tæknilegri umræðu magnháfa, hversu langt það berst og allt þetta. Þetta er bara staðreynd að undantekningarlaust er verið að velja ósnert víðerni undir þetta. Það er ábatinn, þú ert að komast á staði sem eru hátt uppi, það er lítið í kring sem að trufla svona vindorkuver. En þá er maður líka fórna ósnertum víðernum sem að eitt er að vilja eiga þau til framtíðar og fyrir ferðaþjónustuna og svoleiðis en það eru líka bara gríðarleg verðmæti inn á þessum svæðum. Vistkerfi sem hafa ekki verið snert, við gætum verið með örverur, við gætum verið með líffræðilega fjölbreytni sem við erum að fórna. Og það er líka svona svolítið sem ég veist vanta inn í umræðina með þessu líka. Ég sá okkur að þetta væru, þeir fuglastofnar sem að myndu fara út úr þessu væru haförnin og svo himbrimi. Það eru þetta virkilega sorglegt, ég meina okkur þykir öllum vænt fuglan okkar og fuglalífið og þetta eru svona, það virðist að það verið að fórna miklum hagsmunum fyrir, kannski örfáa. Eitthvað sem við höfum séð gerast meðal annars í sjókvinni sem er náttúrulega mjög umdeild allt land en byggðarlögin kannski tókum þeim fegins hendi mitt vegna þess að þau greiddu svona inn í sveitarfélögin sem stóðu illa. Hvernig stendur þetta? Ég átta mig kannski ekki alveg á því og eflaust ekki hlustundur en hvaða ábati er fyrir sveitarfélag að fá svona? Kannski til þess að nefna fyrst varðandi fuglana, það er líka það sem að mér er svo áhugavert hvað er tala lítið að þetta náttúrulega hefur mjög mikil áhrif á haförnina og himbrumman og hann á oft akkurat heima á þessum svæðum og svo hefur þetta rosalega mikil áhrif líka á mófuglinn og helst á þann hátt að hann er að
þá að hopa undan þessum svæðum og færi sig þá kannski alltaf 5 kilometra frá þessum virkjunarsvæðum ef að sambærilegu vistkerfi til að skipta á því svæði. Og þetta kannski finnst okkur vera nóg af lóu og spóa eða eitthvað á Íslandi, en þetta eru bara fuglategundir sem okkur ber að vernda innan bara varðandi Evrópusáttmála ýmsa. Og þetta alveg jafn mikilvæg loforð sem við höfum gefið sko út frá okkur eins og bara kolefnisjöfnun og annað og okkur bara ber að virða þessa samninga. Varðandi ábatan sem sveitarfélög geta séð fyrir sér í þessu miðað við núverandi lagaumgjörð þá hann mjög takmarkaður. Hann hefur ekki verið nákvæmlega uppreiknaður fyrir Borgarbyggð, en miðað við núverandi lagaumgjörð þá erum við að tala um að þetta undirstöðunar sem borgaður fasteignaskattur af og þá það svolítið upptalið nema það verði einhvers konar atvinnustarfsemi í kringum þetta sem að þá skila sér í einhverjum störfum sem hefur verið gefið út af nokkrum framkvæmdaraðilum að ekki planið, það á að selja þetta beint inn á netið og mögulega verða þá til kannski einhver störf niður á Grundartanga mögulega, þau eru ekki innan sveitarfélagsins. Í okkar tilfelli ef að lagaumgjörðin breytist að þá finnst mér oft gaman að spyrja sko, hvernig þyrfti hún að líta út til þess að sveitarstjórnarfulltrúi myndi segja já. Hversu mikinn pening hægt að þiggja til þess að fórna svona svæðum eins og þarna verið að setja undir. Og ef að fólk segir já, þetta kannski eitt knatthús eitthvað svoleiðis, en þá segir maður líka það eru sumir börn að fá ekki að upplifa þessa og snerti náttúru. Og í allavega frá mínum bæjardyrum sé þá ekki hægt að setja verð með það. Nei, þetta svolítið að velja á milli hvort að maður geti sparkað fótbolta inni eða fengið að njóta ósnerta náttúru. Já, ókomna tíð og að það sé líka val þá komandi kynslóð að eiga þetta land eftir til brúks og þá það þeirra val. Og þetta svolítið svona eins og að selja ömmu sína án þess að þurfa þess endilega. Af því það ekki það mikil nauðþurft á raforku í landinu að þetta þurfa að gerast. Við erum með fullt af möguleikum inn í rammaáætlun sem hefur gengið treglega í gegnum árin að vinna úr og það svona loksins núna sem við erum farin að sjá einhvers konar úrvinnsluðar sem mjög gott og við eigum held ég bara einbeitt okkur að því og þar sem að það orðið auðséð að það ekki mikill hagnaður í þessu fyrir sveitarfélagin eins og núverandi staðar og ég sé ekki alveg hvernig það gæti orðið einhverjar almennilegar tölur. Að þá spyr maður sig sko hverju raunverulega á þetta skila þá fyrir eitthvað stærra mengi utan sveitarfélagsins, þjóðina og þá það líka þessi staðreynd vindorkuver skila af sér raforku kannski 40% af tímanum. Þannig það í Noregi og ég held að við ættum ekki að vera miða við eitthvað annað á Íslandi heldur en í Noregi og þá þarf orku á móti. Það kannski ástæðan fyrir því að Landsvirkjun að velja þennan kost í Búrfellslundi og við Blöndulón og maður skilur alveg hvað í gangi þar út frá þeim sjónarmiðum að eiga aflamóti vatnsaflinu og svoleiðis. Enda það innan sama fyrirtækisins og fer í sömu hítarnar eins og þeir í dag raforkan sem þjóðin að selja. Með tilkomu einkareikina vindorkuvera þá erum við komið með svo mikið magn af orku sem framleitt af einkaaðilum og verður ekki leyst út nema með mótframlegi þjóðarinnar. Já, það þarf 60% stöðuorku á móti, svona meðaltali, sem einhver þarf að selja og það engin söluaðili að slíku orkumagni heldur en Landsvirkjun. Og þá komum við að mjög stórri spurningu, langar þjóðina að selja orku út úr Landsvirkjun í þessi verkefni til þess að það sé selt aftur inn á netið okkar, væntanlega á hærra verði. Það svona bara staðreyndin sem þarf að ræða og þá erum við náttúrulega komið með ansi marga einkaaðila í bara kaup og sölu með raforku og sem skila sér bara í hærri reikningum fyrir hvern og einn. Og það kannski miður, það náttúrulega búið að vera svo mikið í gangi síðustu ár í Evrópu, stríð og gasalan milli Rússlands og Þýskalands og svoleiðis sem að kannski brenglar örlítið markaðin í Evrópu hvað varðar orkuverð en allavega eins og í Noregi að þar með aukningu á vindorkuverum hækkaði bara verðið á raforku og þetta virðist vera sama sagan allstaðar. Það ekki þannig að vindorka valdi því að verð á raforku fari niður og ég held að svona bara almenningur á að líta til þess og hugsa þann hluta af þessu sko.
Já, þetta ætti nú svona stangast á við allavega, annar ráðuneyti, þá innviðaráð þeirra ætti að vera með hagsmuni landans þar að leiðarljósi. En sko, ráðherra orkumála, Jóhann Páll, hann kom sem sagt á þennan fund sem var hérna fyrir helgi. Og þar, hann var svona eindur eftir svörum í við hinnum ýmsu spurningum. Það var svona eitthvað sem að þið fannst vera ósvarað eftir þennan fund. Ég hef lesið svona á netinu og það voru ekki margir mjög sáttir við hans svör, en þó sáttari en áður. Já, sko, það náttúrulega búin að vera brjálu spennitrið í þessum málaflokki og þar að leiðandi kannski losnar svolítil reiði og orka út á Jóhann Pál greið kannski. Honum samt engin vorkunn vegna þess að þetta bara málaflokkur sem hann mátti vel vita að hann væri að fara að taka við og væri í rjúkandi rústum og mikil reiði út allt. Það sem að ég kannski saknaði helst að fá að heyra frá hann og hvernig raunverulega hann svona lét glitta í það, hvernig lagaramman yrði. Hann lofaði sveitarfélögunum neitunarvaldi og tryggði að það væri ekki einhlega játunarvald hjá sveitarfélögum, þannig að sem betur fer koma sveitarfélög ekki til með að þurfa að vera buffer í rauninni, en hafa lokasvarið sem ágætt. En hvað varðar skattaumgjörð, fastegna skatta og svoleiðis, hann sýndi ekkert á þau spil. Og það eru spurningarnar sem ég held að svona sitja eftir hjá flestum sveitarstjórnarfulltrúum vegna þess að allavega fyrir mig sem að get ekki leyft peningunum að ráða fyrir í þessu, sé samt alveg það fullt af öðrum sveitarstjórnarfulltrúum sem að leggja áherslu á það og það allt í lagi og það býr þess alltaf gjá milli þéttbýlis og dreifbýlis því miður, getur verið mjög erfitt fyrir sveitarfélög eins og Borgarbyggð sem dæmi, þar sem að við erum með mjög sterkt þéttbýli en mjög stórt dreifbýli, þar sem eru mikil verðmæti sem tengjast landbúnaði og þá er krafan kannski innan úr þéttbýlinu það að fá meiri pening. Mér ást Jóhann Páll ekki alveg kannski benda á þá tókstreitu sem getur líka myndast innan samfélaga og þetta eru það stór mál og mikið undir að þetta eru svona marga litla Kárahnjúkavirkjanir í rauninni í hverju sveitarfélagi, hvernig umræðan orðin og ég vona bara að hann gefur sér tíma til þess að vanda til verka þarna en sýni fljótt á spilin hvað hann sér fyrir sér og hvaða breytingar hann ætlar að gera frá því sem að Guðlaugur Þór ætlaði sér. Það hljómar eins og þessu mikið af breytingum, það vantar ennþá nokkuð púsl í myndina sem maður svona áttir sig á því hvað er að segja og vonandi bara kemur þetta fram sem allra fyrst. Já. En þetta einmitt að því þú nefnir dreifðu byggðirnar og það þetta stórt bæta samfélag þarna. Hvernig bara, svo við förum aftur í sko, dýrin og hvaða áhrif þetta hefur á þau. Ég meina, það þetta beitilandarna og það mikið af kindum og ég meina bara öðrum húsdýrum þarna. Hvernig fer þetta saman til dæmis? Já, þetta mjög áhugaverð spurning og þetta líka eitthvað sem ég held að ekki búið að kjarna almennilega umræðinu vegna þess að við erum með náttúrulega bara svona staðrendir frá eins og hreindýrahaldinu hjá sömum í Noregi og Svíþjóð þar sem að voru tekin vindorkuver og ég held að þar hafi heiðstu dómar fallið sömum í vel þeir mistu þar beitiland einfaldlega vegna þess að hreindýrin flýja frá þessum svæðum þeir leita ekki upp á þessu svæði og haldast ekki þar og það sama mun eiga við í héruðum eins og Borgarbyggð og víðar þar sem að sauðfjárbúskapur einhvern veginn kjarninn í landbúnaði samfélagsins og það eru kindur upp allar sveitir hvað sem fólki kann að finnast það og það verið að nýta öll þessi lönd fyrir beit að þau munu ekki nýtast sem slík hvort þau fá að vera óafgirt eða afgirt kindur vilja ekki alveg eins og hreindýr vera inn á þessum svæðum og þá erum við að tapa því landi sem fer undir vindorkuver frá því að vera beitilönd og mjög stóru jaðarsvæði þar á auki. Fyrir utan þetta plastmengun og annað sem ekki var á beitilöndum fyrir sem svona til viðbótar sko, við þetta.
En það eru þetta meira sko, það eru fleiri umhverfisáhrif af þessu þetta. Það er breytingar á gróðufari, það verða, ég meina, öll uppgræðslan sem að fór fram með lúpínunni, það er kannski ekki alveg útséð með hvort að hún degi út, en það lítur margt út fyrir það og það er margar rannsóknir sem benda til þess að það verði til svona eins og eyðimerkur í kringum þessi svæði. Já. Það er bæði mikið rask og þar af leiðandi svo gróðurþekja sem þá endurnýjuð þarna þá mannanna verk en ekki vistkerfi sem það var þar áður. Það eru líka rannsóknir sem hafa sýnt fram á það að vistfræðilegu fjölbreytileiki og þá allt niður í bara örverur og skordýr inn á svæðunum minnkar, hvað svo sem veldur og það er bara kjarninn í allri, það er matur fuglana, það er matur fiskana, það eru veiðivötn oft nálægt þessu, þannig að það verður rosalega mikil breyting á svæðinu og það er alveg útséð að það verður ekki endurheimt svo glatt að það verður aldrei aftur eins og þessi ósnert. Þetta er líka kannski svona umræða sem er mjög mikilvæg fyrir bara íslenskan landbúnað að nær umhverfi vindorkuver og þær jarðir sem að liggja beint við verða þó mögulega svona síðra landbúnaðaland. Það verður erfiðar að nýta það til beitar, neysluvatni eða vatni í kring getur orðið fyrir mengun að það er allavega áhættu þættir í því og þá einhvern veginn eru komið með annan faktorinn inn í Íslands landbúnaðarsamfélag þar sem að því að landbúnaðar í Íslandi hann svolítið svona styðst af því að það sé búskapur, einhvers konar búskapur á hverjum bæ og maður sér þetta vandamál varðandi bara það að halda afréttunum í virkni að þegar bændum fækkar þá eru fleiri verk sem þurfa að vera unnin að færri bæjum þannig að góð landbúnaðarsamfélög þau eru þar sem er búskapur á hverjum bæ og ferðaþjónustan hefur svolítið verið að býta á landbúnaðinn hvað þetta varðar og gert svona erfiðara fyrir með líka bara dýrum uppkaupum og jörðum og vindorkan er bara enn einn þáttur sem að mun knésetja landbúnað í rauninni ef þetta færi að halda svona áfram líka. Þetta er kannski erfið umræða því leytinu til að ofta vera að borga landleigu til bænda sem eru í jörðunum og trúa því þá að þetta fari vel með þeirra sauðfjárbúskap eða eitthvað slíkt. Það er samt mikið land sem náttúrulega tapast undir en ofta líka ekki verið að greiða neitt almennilega mannsamandi leiguverð fyrir þetta og verið kannski að nýta sér stöðu pöbulsins, almúans sem að kannski sá ekki fyrir sér að geta fengið svona fastar landlegu tekjur inn. Það er svona... Það er einmitt, það er svona margir þættir og það er eins og það sé einhvern veginn, það hafi ekki farið fram nein heildræn skoðun á því hvaða áhrif þetta hefur, hvorki á landið, nýja þjóðina sem í því býr, en þurfum við þessa orku? Það er síðan spurningin. Fyrri ríkisstjórn var svolítið upptekin af því. Það var bara gríðarlegur orkusköttur og mér varst mjög gaman og ég vona Hallarhund sem var með erindi á þessum fundi það hefur verið gert opinbert það á netinu það erindi og hún fari víðar með þann róður af hverju þessu orkuskortur myndaðist þannig tímabundið og hvað er síðan í deglunni í orku uppbyggingu hvað er mikil orka á leiðinni inn á kerfið af því það er bara mjög mikilvægt að það fá að fylgja og ég held að Jóhann Páll sé alveg meðvitaður að það er að koma slaki aftur í orku nýtingu á Íslandi sem bara þannig að þetta gengur allt í bylgjum og Sjálfstæðisflokkurinn var kannski svolítið duglegur að mjólka þessa tímabundnu stöðu sem kom fram þarna. Það hefur líka einkennt þessa umræðu rosalega mikil svona tæknileg málefni sem eru líka bara þeim mikið í hag sem eru hlindir þessu og vilja keyra þetta áfram að drekja umræðin í einhverjum einstökum tæknimálum þar sem við erum ekki að taka umræðina hvað áhrif þetta hefur á samfélagið, náttúruna fjárhag sveitafélaga, hvers konar umræður fara fram í þessum samfélagum og hvernig þetta bara gengur fram á fólki í mörgum tilfellum. Og svo er þetta heil ángi sem eru bara tryggingamáli í kringum þetta. Þú veist, ef eitthvað bílar eða eitthvað hrynur og hvernig því verður fyllt eftir eða bara eftirlitsnefnd með einmitt starfsemi þess að hún er auðvitað ekki til. Nei. Og þarna kannski komum við aftur á svona pól svona eins og með sjókvíaeldi að það er einhvern veginn hleyftasta atvinnugrein sem átt að vera svo blómlega fyrir sveitafélagin á staðnum en það er engin infrastruktúr til, það er ekkert eftirlit, það er ekki vegakerfi, það er ekkert sem að styður við og passar þá sem að líða fyrir atvinnugreinina því það er nú alltaf einhver sem græður og einhver sem tapar og það er bara eins með vindorkuna.
Við erum ekki með lagaramma, við erum ekki með einhverju stefnu, við erum ekki með vegakerfi sem að gagnast við uppbygginga á þessu, við erum ekki með eftirlitsaðila. Já, ennþá eftir að sjá það verða farsælt að loka þessum vindorkuverum eftir 25 ára eins og framkvæmdaraðilar eru að segja. Þetta það mikill infrastruktúr, það mikil fjárfesting líka að það mikill freistnivandi í því að halda áfram eftir 25 ár. Það líka mikill freistnivandi að bara skilja við án þess að ganga frá eftir sig. Fyrirtækjakerfið bara ekki það sterkt og það ekki til íslenskt tryggingakerfi í kringu það að loka þessum svæðum og ganga fallega frá þeim eftir ævidaga vindorkuvera. Og vindorkuver í þessum stíl, þessum stóra stíli eins og við erum að sjá þarna, frágangur þeirra í Evrópu og lífdagar þeirra eru bara ekki, við erum ekki komin á þann stað eins og í Evrópu, þannig að við erum ekki farin að sjá þetta heldur raungerast almennilega, hvernig þessum frágangi háttar og hvernig það gengur að fá framkvæmdaraðila til að klára pakkan, Og ég held að það líka eitthvað sem að Jón Páll ekki alveg farin að ná utanum, svona miðað við það sem hann segir manni og sagði á fundinum þarna að þetta var ekki partur af hans orðræði. Og væri mjög gott að hann myndi fara að hugsa svona áður en hann hleypir þessu lengra. Akkurat. Telma Harðardóttir, sveitarstjórnarfulltrúi í Borgarbyggð. Þakka kærlega fyrir að koma inn og ræða við okkur vindorkuna. Ég held að við ætlum að halda þessu svolítið gangandi núna og það nú vonandi að ráðherra svari beiðni við að koma hérna og ræða þessi sömu mál. En takk kærlega fyrir að vera hérna með okkur og tók ég við því að það meira hér handa við auglýsingar. Ódýr og öflugur miðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin.is. Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.